Ekki loka þig inni. Veldu frelsi. Samsung. Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 13. júní. Aðeins 4 dagar í að við fögnum 17. júní. Við ætla fyrirfram að óska ykkur til hamingju með þann góða dag sem okkur þykir öllum væntum. Það er líka spennandi helgi framöndan með blíðviðri land allt og það verður gott að fara inn í helgina í kjölfar góðrar umræðu hér á vettvangi Spursmála. Í Morgunblaðinu kennir ýmissa grasa en við fluttum frétta af því í morgun á síðu 13 að Íranir séu að hóta að auka meira úran. Þeir ætla að koma sér upp kjarnorkusprengjum til þess að geta ógnað heimsfriðinum. Þess vegna kom það ekki sérstaklega óvart þegar við opnuðum vefmiðla í nótt að sjá að Ísraelar hafa gert umfangsmiklar loftárásir á Írani til þess að reyna að lama þessa kjarnorkuframleiðslu, kjarnorkubrölt klerkastjórnarinnar sem þarf að stöðva. Þetta er ótrúlegt mál og vonandi að þetta magnist ekki of, allavega ekki út fyrir svæðið sem að þetta er helgað á þessum stundum. En það er ótrúlegt að sjá þessa atburði koma fram hér fyrir augunum á okkur. Og það eru fleiri mál sem að tengjast innanlands ófriði. Við fengum fréttir af því núna í vikunni að lögregluþjónn nokkur, ónafngreindur, hefði fengið óskemmtilega heimsókn á heimili sitt. Þar hefði hópur ungra manna gert aðsúga að honum og ógnað öryggi hans og fjölskyldu hans. Þetta er auðvitað gríðarlega alvarlegt mál og ógeðfellt og það er ótrúlegt að sjá að þarna er á ferðinni ungir menn frá Sómalíu og Palestínu. Þeir koma hér ógnandi fólki í þessu máli og við þurfum að horfast í augu við það sem samfélag að það verður að taka hart á þessum málum. Við getum ekki lent í sömu stöðu og Svíar og Danir og Norðmenn og fleiri þjóðir hafa lent í á síðustu árum. Nú verður dómsmálaráðherrann að taka á sig rögg, panta flugmiða fyrir þessa menn og senda þá aftur til síns heima. Þeir eru velkomnir hingað sem okkar gestir ef þeir hegða sér vel, en leið og þeir fara að vega að friði, allsherjarreglu og lögregluþjónunum okkar sem að halda uppi lögum og reglu, þá eiga þeir ekkert erindi hingað lengur. Þeir verða að fara úr landi og þeir mega aldrei koma hingað aftur. Við eigum alveg nóg með íslenskan óþjóðalíð, svo við séum ekki að bæta á það með þessum hætti. Jæja, nóg það. Hingað er að koma mjög góðir gestir. Það er systur, rithöfundar, ætla að fara yfir fréttir vikunnar og svo í kjölfarið Jökull Júlíusson í Kaleó og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra. Þeir verða ekki saman í viðtali og ætla að ræða mjög ólíka hluti en ég hvet ykkur til að fylgjast með efnisríkur og góðu þáttur framöndan. Nú fylgir veglegur kauphauki með öllum símum í Galaxy S25 línunni frá Samsung. Galaxy Buds 3 Pro heyrnartól. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Ég er að segja þér að Lilli, þetta er fáránlega þægilegu pakki. Þetta eru 2 farsímar, netið, ótrúlega mikið af sjónvarpsþáttum og barnaefni, sko. Ekkert vesen, bara fáránlega næs. Sími, net og sjónvarp í einum þægilegum pakka. Þú getur meira með símanum. Góð hljóðvist er gríðarlega mikilvæg þegar kemur að veljan á vinnustað. Hjá A4 bjóðum við upp á fjölbreyttar og vandaðar lausnir fyrir hvaða rými sem er. Hafðu samband eða kíktu í heimsókn og kynntu þér hljóðvistarlausnirnar sem henta þínum vinnustað. Komið þið sæl að nýju. Hingað eru komnir góði gestir og það vill reynda þannig til að þær eru systur. Við höfum stundu gert þetta að fá systkini í þáttinn og það kemur bara ansi vel út. Þetta eru rithöfundar Kamilla Einarsdóttir og Júlía Margrét Einarsdóttir. Sömuleiðis dætur Einars Kárasonar, eins ásælasta rithöfundar Íslands. En þær eru að gera garðinn frægan þennan daginn og þessa dagana, meðal annars með nýjum bókum sem eru komnar út eða á leiðin út. Komið þið sælar. Sæl. Gaman að sjá ykkur. Sömuleiðis. Er þetta ekki allt rétt hjá mér? Jú, ég held að þú hefur náðu sæli núna, sko. Já, við erum systur. Já. Já, og pabbi ykkar er einn ásælasti rithöfundur Íslands. Já, ég nákvæmlega. Það er þín orð. Óvinafögnuður sem að ég las sem unglingur er eina mínum uppáhaldsbókum. Já.
Hann er alltaf Sturlungu svona, hann er alveg brjálaður í Sturlungu. Já, ert þú brjálaður Sturlungu? Já, ég hef gaman af svona fornsögum þar sem er verið að slátra fólki. Já, þú er svolítið hrifin af svona limlestingum. Já, akkurat. Sko, maður verður að taka svona tímabil og ég er að sigla inn í þetta núna, sko. Já, einmitt. Ég ætla að hafa sko Sturlungu sumar hjá mér núna og er að byrja. Ég hef nefnilega aldrei lesið þetta. Býtu þá Brett Summer í fyrra? Já, nú er Sturlungu sumar. Nei, já, sko, en maður nefnilega, og þú getur það kannski ekki með ráð, af því þú veist, alltaf segja maður þarf að byrja sko að kynna sér rosa mikið áður maður fer í hana og svo þarf maður náttúrulega væntanlega að lesa nokkru sinnum. Hún er mjög óárennileg, sérstaklega fyrstu kaflanir. Man þrýtur eiginlega örendið. Er ekki fyrsti þriðjungurinn sem á telst að sleppa svona fyrstu skiptin? Nei, þú bara þvælir þig í gegn. Maður er nú lent í að lesa leiðilega bækur. Já, fólk hefur lent í því. En það var ekki við mikla bækur. Þú varst að gefa út merkilega bók. Ég stórmerkilega bók. Dúkkuversmiðan. Já. Hún fjallar atburði á Vestfjörðum. Já, ég á það til að fara svolítið þangað. Við erum sko, ég segi alltaf að ég sé Ísfirðingur, en það er pínlítið langt seilst, en bæði amma og afi sem sagt er að vestan, en þú veist, ég hef ekki komið oft og aldrei búið Ræturnar eru fyrir vestan. Já, nefnilega takk, þú veist, það er alltaf gert grín mér þegar ég segist vera þaðan, sko. Já. En ég segist alltaf vera úr Hnífsdal, bara mörg ár. Já. En þá er það bara einhver misskilningur. Ok, ég þori ekki alveg að fara með þetta, ég vona pabbi horfa ekki á þetta, því hann er alltaf að minna okkur á allas ættfræðir. Já, hann er svo maðurrótar hennar. Já, Hnífsdalur, Skutusfjörður. Já, þetta er alltaf. Hnífsdalur er bara svo cool nafn. Það er ógeðslega cool, já. Sko, þá er þeirri leiðréttingu komið hér á framfæri við alltaf fólk sem að þið eru búin að vera að rugla í síðustu áratugi, þið eru frá Ísafirði, ekki Hnífsdal. Já. Dúkkuversmiðan gerist á Salteyri. Já. Er Salteyri til? Nei, ég gerði þetta svolítið, sko. Síðasta bókin mín gerist á Akranesi að stórum hluta. En óspennandi. Já, akkurat. Og það er leiðilegasti bær í Íslandi. Nei, guð minn góð. Ég er búið, ég má segja þetta. Ok. Óbærilegt. Ég fór þangað í nokkra bíltúra. Eina góða er að maður sér til Reykjavíkur. Sko, þetta verður ekki haft eftir mér, en Þetta er satt. Já, ég fór í nokkra bíltúra og bara tók myndir. Svo var fólk samt eitthvað svona hnýta það, þú veist, það væri ekkert hægt að labba frá bíónu, þú veist, niður að sjó eða eitthvað svona. Þannig ég ákvað bara að búa til bara svona skáldaðan stað sem að byggir bara mörgum stöðum á fyrir vestan. En það er mjög margir að spyrja mig, sko, að það er alls konar kenningar það hvaða stað ég sé í rauninni að fjallum. Er það ekki fegurðin við svona bækur að þetta er skáldskapur en einhver sannleikur sem að býra baki, einhver reynslu heimur? Já, allir það ekki. Það er maður að segja það. Hvernig endar þessi bók? Endar svo stáð því hann deyr, Hún endar allavega á síðu 265. Já, bara alveg kyrfilega. Síðasta bókin mín var 400 síður og fólk kvartaði svolítið við því að það nefndi ekki alveg að fara í símaskrána. Þannig að ég ákvað stytta mér aðeins stuttarðar hér. Já. Þannig að þetta er bara gjöf til lesenda. Já. Þetta er svo góð bók, því núna er allir að leita ekki bara út af innihaldinu, en líka sko formið, af því að núna er allir að taka bók með bústað og prófvél og eitthvað. Auðvitað að skella þessari töskuna veski. Smelt inn í vasan. Já, það er hægt. Á leiðin til Spánar. Já. Tenerife. Það ertu í góðum málum. Núna er allir að fara til Split. Er það? Já, í Króatíu. Já. Hér fletti ég upp á 11. kaflarum. Hann heitir Grænland. Já, Grænland. Það eru margir að fara þangað, nú er þetta að fljúga þvótt. Heyrðu, er það ekki nýjasta tískan? Það er geggjaður staður. Grænland er ótrúlegt land og við höfum að sinna þessum frændum okkar miklu betur eftir en við gerum. Ég geri það í þessari bók. Já. Alveg svona þeimur sinn. Ein aðal hetjan er grænlensk. Já. Heyrðu, svo skellur við til núk við. Já, þú kemur. Tek selfie. Já, ég er öllum hnútum kunnugur. Já, og þú sendir mér svona tips hvað ég á að gera. Þú voru að smakka sauðnaut. Sauðnaut er alveg rosalega gott kjöt og sérstaklega sauðnauts carpaccio á hans eigið hótelinu í Núk. Ok. Þú borðar reyndar ekki kjöt. Já, sko ég hef ekki borðað kjöt í 15 ár, en ég myndi kannski gera undantekningu fyrir sauðnaut. Fyrir sauðnaut. Já, fyrir sauðnaut, sko. Já. Tölum annað kjöt og eftir, hvalkjöt og annað, en við ætlum að taka það fyrir. En áður en að því kemur, Kamilla, þú hefur verið stórvirk í sagnaritun líka. Það er eitthvað framundan hjá þér, ger ég ráð fyrir? Já, planið mitt er að vera með bók jólin. Ertu byrjuð á henni? Já, sem betur fyrr, en ekki alveg búin. Hún er ekki tilbúin? Nei, sem er að gera marga gráður. Er það komið endin? Já. Það er skálsaga? Hún verður ekki 260 síður. Það er bara... Hvað heldur hún verið lang? Svona 160 kannski. Já, hún verður örstuð. Já, það verður bara svona brjóstvasan. Og hvað fjallar sú bók? Þetta er bara konu sem vinnur á bókasafni. Já, en spennandi. Já. Þar er allt að gera, sko. Er það á Akranesi? Nei. Þá er því of þungleind, sko.
Þú bjóst Akranesi? Já. Og þú hefur ekki gaman að því? Nei, ég bara get alveg lifað án þess að ég komi nokkuð tíma þangað aftur. Já. En þar eru golfvellir, þú getur nátt gaman að... Já, ég kann mjög vel að meta golfvöllin á Akranesi. Hann mjög skemmtilegur og gaman að spila. Hann í góðu standi núna, hef mér sagt, en ég hef ekki spilað hann í sumar. Ok, okkur ekki? Já, ég hef bara ekki haft tíma ég alltaf hérna í vinnunni, sitt hérna við þetta borðað að ræða við fólk. Þú drífið helgina? Já. Næstu löng helgi? Og geggjuð veðurspá, 20 stigir. Hvað ertu með forgjöf? Ég núna með 16,8. Ok. En ætti þetta að vera aðeins lægri. En ég er nýjan driver og mögulega nýjátt og þá bara fer ég undir 10 eins og ekkert. Já. En þið eru því í golfinu? Ekki ennþá. Ég veit ekki hvað neitt þessi dýr, sko. En ég hef aldrei haft áhuga á golfi. Fyrir en ég sá í golfbílunum þetta verið með svona bjór í kæli. Með kæli? Já. Ok, vá. Þannig ég var til að fara til Flórída og... Ég var á Flórída í janúar og þá gæti maður bara keypt 5 í fötu og tekið með á golfbílinn. Þetta er draun. Já, þið verða að byrja í golfinu. Við getum alveg tekið einhverja kilvi og, þú veist. Já. Ég fæ 5 í fötu. Bara einhverja kúlu, einhverja 5 kíló. Já, fægt mál. Ég verð komið niður fyrir því í forgjöf strax. En það held ég. Skorum við á Hólm næsta sumar. Á Akranesi. Á Akranesi, skemmtilegasta bá í Íslandi. Já, samanlega. Ég fæ ekki meira upp úr þér bókina, hérna þetta ágæta bókasafn. Að vera rithöfundur í Íslandi, listamenn bera sér þetta svo illa. En þið eru öll bara á einhverju listamannalaunum og ég er að grænni grein bara. Er það ekki? Telja þetta peninga? Nei. Við fengum náttúrulega ekki listamannalaun núna. Nei. Þannig að við erum alveg, en við erum sakar svo mikið það. Já, maður fær að fara að prófa samkvæmt reikning. Já, nákvæmlega. Þið getið ekki skellt búnt á skengin. Nei, Alla Egils, nei. Ég er ekki komið hann á vegginn heldur, sko. En hvernig er að vera rithöfundur í Íslandi svona í fullri alvöru? Þið eru þetta að fylgja hjartanu. Seljast bækur vel á Íslandi? Hvernig er þessi markaður í þessu örsamfélagi okkar? Sko, þetta er ekki góð leið til að vera ríkur og fólk fer ekki þessu fyrir peningana, en þetta er alveg gaman. Þú veist, það er allir að skrifa á Íslandi og það lesa allir og finnst þetta rosa gaman. Og eins og jólabókavertíðinni, þú veist, það er bara... Þetta er æði og núna er eiginlega að koma núna svona vorverti eins og þú ert núna í. Já. Þetta er rosalega gaman. En þetta er líka ræðilegt. Sko, eins og bara eins og Akranes. Hætti þessu. Nei, þú veist þess að núna er ég að koma til þín, eins og ég sagði, bara draumar að rætast og bara ótrúlega gaman að fá að vera þarna. En ég er bara einhvern veginn ekki alveg tengd við umheimina því ég er svo kvíðin bara yfir viðtökum. Já. Og ég er búin að fá alls konar spörsmál. Já, ég þurfti bara að taka þetta alla leið. Já, hingað kem ég bara til þess að róa mig. Til að krafna sig. Það er byrta þetta gamla bloggfærslu eftir. Já, ég skrifa hérna. En myndir það sér á næturklúbbum? Getur við fengið það líka? Já, ég er nú oft ferðast líka. Í Berlín. Jafnvel. Nei, en sko ég er alltaf... Já, ég er alltaf að skoða, þú veist, Goodreads og ég, þú veist, ligg yfir þessu. En þú hefur enga stæði, það er allir rosa glaðir. Ennþá, já. En ég lendi til dæmis, og svo málið er að þú veist, þegar ég fekk eina stjörnu á Goodreads fyrir síðustu bókina mína og þá var ég á leiðinni í viðtali í Kiljunni og ég siti allan tíman bara náföl og mér langaði svo mikið til að biðja, fara bara hindi þeirra manneski og segja bara fyrirgefðu, þú veist. Veitu, hvað hét svo ákveðin? Hún hét Guðleitra Salóme. Gerist þeim þetta Akranesi, þín uppáhaldsbæ. En þú fékkst góðar viðtökur við bókinu þó að Goodreads hafði ekki tekið þér? Já, var ein mannska Goodreads. Hún fekk alveg 200 eitthvað stjörnugjafir. Lest þú komment þig? Aldrei. Nei, það ekki. En vinirinn hljóta að senda þér stundum. Já, en það er svona aðalega til þess að hafa gaman að... Já, er það ekki? Nefnilega oft er þetta fyndnestu, svona ótrúlega bitur og reiði. Já. Jó, það má hafa gaman að því. En þú gefur bókina út, nú þessi bók komin út, þú helst glæsilegt útgáfupartí, nú er fólk að byrja að lesa og þú ert að fá einhver endurgjöf. Skiptir hún máli? Er þetta ekki aðalega, skiptir ekki máli bara að segja söguna eins og þú vilt að hún sé? Ég vildi alveg geta sagt já við því og þú veist að núna væri ég bara búin að sleppa þessu til kosmosið og það mætti bara grípa þetta eins og vildi, en ég er bara í kvíðakasti. Nei. Smá, jú. Okay, það er engin ástæða til þess. Nei, en þetta er bara, já, þetta er eitthvað svona, eitthvað refsing. Þú veist, ég bara ligg yfir þessu í alvörunni og svo hrættum að það sé bara einhver að fara að segja, ég sé bara, hafa fattað núna, ég var algjör lúðaumiki
En það ekki gert. Ég hef nú getað sagt þér það. Já, þú fá það bara. Það hefur legið lengi fyrir. Já, það hefur legið fyrir, sko, já. Heyrði, en að fréttum vikunar, kannski við pólitíkinu annað, eitt áhugavert mál sem að ég veit að þegar við stóra skoðun á, það var háhyrningurinn sem að synda land. Já, þetta er rosalega þungbært, sko. En það fallega var, öll vinnan og allir sem voru að reyna hjálpunni og meðan það var von. Já. Ég var að hlusta Lóu Björk í lestinni. Hún fór miðja nótt til þess að skoða hana sem hann liggur vola umkomulaus. Þú varst nú með einhver kenningar af hverju hann lá þarna sem hann önnur saga. En þar var bara fullt af björgunarfólki og dýralæknum og bara alls konar fólk sem var bara að leggja allt á sig miðja nótt til þess að bjarga þessum hval. En af hverju menn að því? Hann vildi augljóslega ekki lifa lengur. Já, þú varst... Sko, það var nú ekki vita strax. Nei. En svo kannski var það ljóst. Það lá í augum uppi þegar hvalurinn fer á fullu stímu upp í fjör. Þeir vita alveg hvernig grinningar virka og... Já, hann hefur þekkt hann betur. Já. Félagið mig var að spila einmitt korpuna og var þá á 4. braut, sér sporðin liftast og svo tekur hvalurinn straugið upp í fjöruna. Hann tekur ákvörðun þetta og eigum við þá að grípa inn í náttúruna? Ég held að fólk hafi ekki endilega átt að segja á því hversu mikið þetta var á hans forsendum þessi degi, kannski. En þú fylgjandi því að fá dýr þá og fólk bara veita lík. Að sjálfsögðu. Þetta sjálfsákvörðunarréttur dýra og manna. Ég hefði bara kallað á Kristján Loftsson og látið lina þjáningar hans undir eins. Já, þú ert alltaf að tala við hann. Já. Leiðist ekki. Hvalkjöt, það mjög gott. Þú ert ekki búin að borða það mörg ár. Nei, ég held ég bara aldrei smakka það. Nei. Langgreiður mjög góður, rósbíf, langgreiðarkjöt. Já, bara hrátt. Já, svona næstum, með góðu remólaði. Og hvað drekkurðu með? Þar sem að ég borða þetta á Karlakvöldi Hauka í Hafnarfirði, þá er það nú yfirleitt bara Egil Sterkur eða eitthvað svoleiðis. Víking Sterk. Já, það er eitthvað svoleiðis, sko. Heyrðu, en þið fylgjast vel með í pólitíkinni, veit ég, og þetta er í samskiptu við fólk borg og bí. Hvernig líst ykkur á pólitíkina núna í þinginu? Hvað er svona tilfinningu að hafið fyrir stjórnmálalífinu á Íslandi? Þetta er nú aldrei rosa spennandi. Er það ekki? Nei, og þetta er náttúrulega óbærilega leiðilegt núna. Nei, alvöru, ég kveikti á hann eldhúsdags umræðunum og ég bara enda að fara að taka til. Það er skemmtilega að þrífa klósettun og hlusta á þetta og þetta er allt svo fyrirsjáanlegt og leiðilegt. Og aðalspennan er núna hvað er enn að taka stutt sumafrí. Það er ekki skemmtilegt. Þetta er bara ríkisstarfsmenn í hnotskurn. Stytting vinnuvikunnar, þetta snýst aftur sumafríð. Já. En bara gott að þessu er spennt. Enginn, þó þau fái bara 12 vikur í sumafríð. Nei, það er allt og lítið. Kristrún Frostadóttir er búin að vera forsætisráðherra frá 21. desember. Hvernig líst ykkur á hana og hvernig finnst ykkur hún fara af stað? Mér finnst hún bara svona skelleg og en hvað? Já, ég meina það er ekki búin að gera neitt. Er það? Inga Sæland er nú búin að gera ýmislegt af sér og svona fólkið í kringum hana. Það hefur aldeilis mætt á okkur hér við að segja fréttir af þessum uppákomum öllum. Já, en þetta er ekki, þú veist, það er ekki búið að breytast. Nei. Er það? Nei, þetta gengur hættari eftir að leggja sín fyrstu fjárlög fram og annað. Já, þannig að bíðum það bara næsta haust og sjáum hvað gerist. Það gerist ekki neitt núna úr þessu. Ekki þegar veðrið er eins og það er. Nei, það er að gera hérna inni. Ég skilja það ekki, sko. En það er séns að það sé búið að klúðra. Út af Siggi Stormur sagði að það gott viður næstu 4 daga. Heldur það sé ekki rétt? Hann er svo mikið að jinxa. Já, reyndar, já. Ég geta lokað hana mann inni bara. Ég segi þó, Kristrún var að taka ákvörðun núna, Guðni T.H. lýsti yfir þegar hann hætti sem forseti, að hann vildi helst að forsetin flytti hátíðarávarpið á 17. júní á Austurvelli, en ekki forsætisráðherrann. Og núna tekur Kristrún á sig rögg og segir, heyrðu, Halla tekur þetta bara. Hvað finnst ykkur það? Það er verið að brjóta hefðir þarna. Er ekki fínt að leyfa forsetanum að spreita sig á 17. júní? Já, ef hún hefur gaman að þessu og ég minnst að það verður eitthvað svaka sjáir og þetta verður rosa sjóar henni. Ég er bara spennt að sjá. Er einhver sem mætir henni sem þarf ekki að vera þarna? Hefur þú einhvern tímann mætt? Nei, ég hætti að mæta þarna þegar fólk eftir bankarunni fór að eyðileggja þessa samkomu með hrópum og köllum og skrílslátum. Þetta er algjörlega óþolandi að þessi heilagi dagur og þessi heilagi staður alveg óháð því hver er í pontu okkur tíma skuli ekki fá frið fyrir þessum óþjóðalíð. Það verður spáð roki og rigningu. Akkurat, sem að mér er mjög þá mun dragur því, það mun enginn enn að vera þarna. Nei, ekki ætlum við að vera þar. Nei. En það er náttúrulega, já, það fylgjast með þessu sjónvarpinu, bara heima. En er þetta ekki bara Halla hefur gaman að þessu? Jú, hún kemur þarna og... Hún er alltaf svo smart og svona. Hún tekur tjessbjörn með sér og... Já, vonandi. Já. Við getum kannski bara fylgst með þessu af Svölunum og Kjarval.
Já. Herðu, ég til í það. Jafnvel fantasíusalum, þar sem ég held bókaklúbs viðburðina mína. Já, einmitt. Já, þú ert með bókaklúbb sem er rosa mæting á. Já, það eru vel yfir 1000 búin að skrá sig í klúbbinn. En þú ert bara með svona fræði og ævisögur. Þú ert ekkert í það á bókmenntum. Jú, við erum að lesa 1984 núna. Já. Sem eru auðvitað fagur bókmenntir. Já. Og svo langar mér nú á einhverju tímapunkti til að taka fyrir Stefán Zweig, sem er einn af mínum uppáhaldshöfundum. Einmitt. Ég veit ekki hvort ég taki Veröld sem var eða jafnvel smásöguna Manntafl sem hefur verið miklu uppáhaldi hjá mér frá því ég var krakki. Hvort ætti ég að taka? Sko, Veröld sem, það er náttúrulega svona klassík. Það verður allir að lesa það. Ef þú er sennilega búin að því. Já. En hitt er kannski svona skemmtilega. Já, svona brjóta hans upp. En er þetta alltaf bara kallar? Nei. Nei, já, enn Hvað sagði, 100 manns? Bara 100 karlar? Yfir 1000 manns. Það er 1000 manns í klúbbnum? Já. Og þetta er bara galopið fyrir karlar? Og konur, fullt af konum líka. Nei, ég þarf að finna góða kvenhöfunda til að fara yfir. En það er kannski skrifa minna af bókum af þessu tægi, svona samfélagsmál, hagfræði, stjórnmál. Já, ok, þú heldur við það. Já, það er svona meginverkefnið. Já. En þið kannski komið tillögur hér þegar við förum út og setjum. Já, algjörlega. Við bara sendum lista. Ef við fáum að vera með. Hvað, svona, úr því að þið hafið engan áhuga á pólitík augljóslega, hvað er það svona sem ykkur finnst rísa hæst í fréttum þessa dagana? Hvar hafið þið fókus í þessum efnum? Við höfum reyndað smá á pólitík út af við höfum reyndað á bókun 35. Já, jú. Ef að taka hana þess fyrir? Það bara tekur svo langa tíma þegar Júlia kemst að skrifa með það. Já, ég æsist öll bara sko. Já, ég geti skrifað heilu bækurnar bókun 35. Já, það getur verið næsta bóki mín bara. Það getur ég lesa þannig í klúbbunum. Já. Ef þú skrifa bók bókun 35, þá verður hún tekin fyrir. Sem heitir bók 35. Til dæmis, já, það er komið. Titillin og allt. Vilt þú ganga í Evrópusambandið? Já. Heyrðu, já, við erum mjög hrifnar því. Er það? Já. Af hverju? Þetta er bara okkur líst miklu betra og við höfum engan áhuga, ekkert rosalega mikið á þessu fullveldi heldur og svona. Nei. Þannig ég held að við sem aldrei að vera sammála. Los okkur við það? Já. Eru betri listamannalaun í Evrópusambandinu heldur en á Íslandi? Nei, svo sannlega ekki. Er það ekki? Nei, þannig að það væri kannski eina. En þið eru strax hættar við. Já, ég sé það núna. En ef við myndum leggja niður íslensku, þá væri kannski líka stærri markaðir og svona. Já, menn það, bara að tala á þýsku, já. Já, við finnum eitthvað, við leysum það mál. Byrju, hvað sagði Bubbi Mortens? Byrju, sá sem syngur á íslensku, hann eignast aldrei Benz. Og svo keyrir hann bara á giltum Range Rover, eins og ekki sem morgundagur. Já, einmitt. Þannig að ég er ekki, Alltaf ljóðin hans, þau eru alveg búin að slá á gegn, allir að kaupa hérna ljóða myndlistina. Já, einmitt. Og textarnir hans þetta eru magnaðir, hann er ótrúlega skáld, það verður ekki á hann tekið. Nei. Og mjög gott ljóðskáld, öskra gata myrkri. En sko í fréttum vikunar, við erum alltaf bara, af því að þú veist, við erum mest áhuga bara bókamálunum núna og það er komið fullt af góðum bókum eins og Júlia og svo Sigga Péturs og alls konar, skemmtileg. En svo náttúrulega bara í þessu góðu veðri, það vilja bara allir vera á Austurvelli og allir verði í góðu skapi og allir eru bara að deila borðið, þú veist, svörnustu óvinni, bara tróða sér saman á borð og bara til að njóta og hafa gaman, það er mjög jákvæð. Og svo eru bara þessi skemmtilega fréttir af Austurvelli eins og hann með nefhjólið. Já, það var svolítið gaman. Það munið engu þar. Nei, það hefði getað verið mjög leiðilegt, en vegna þess að var það, þetta er svolítið sem að háerningin, það hefði getað verið gaman að vara leiðilegt, en þetta var svona öfugt. Já, snerist við. Já. Nefhjólið hafði þetta af, en ekki hvalurinn. Nei, annað, já, hérna hefði betur. En svo líka maðurinn, talandi um Víking Sterkan, frábæri maður á bensunum. Já. Hann var bara maðurinn á rétt alltaf. Það er bara maður sem ég vil ekki vera nálægt. Hann er alltaf, ég vil vera með airtag á hann, svo ég geti verið fjarri á hann. Já, einmitt. Eða það fer allt vel ef hann er á staðnum. Það stefnir í eitthvað hræðilegt og ef hann kemur þá veit maður að það verður gott. Hann hefði þurft að vera í Íran í nótt þar sem Ísraelar tóku aldeilis til hendinni út af kjarnorku kapplaupi klerkastjórnarinnar með hvorum aðlanum haldið því þessari baráttu. Sko kannski ef að villi getur stoppa Ísraela þá er það gott. Já, ekki bara segja það. Ef þið þyrftu að velja hvorum megin línunar þið stæðu Íran eða Ísraels megin, hvort myndu þið velja? Maður stendur ekki með neinum í stríði. Maður vill bara frið. Hvoru þjóðfélaginu? Heldur að þetta sé að fara að leysast? Okkur ætlaði ekki Trump að leysa þetta? Já, hann er að vinna í þessu. Nei, það er allt verra. Með Abrahams samningum. Hann er upptekinn að beita hér á sitt eigið fólk. Já, það er nú svakalegt ástand í Kanada. Já.
þetta óþjóðalýður sem að ræðst á lögreglumenn og fólk og það þarf auðvitað að reyna að... Já, ertu að tala herinn sem hann sendi út? Nei, fólki sem að þeir reyna að stöða þegar þau séð vídeóin af þessum uppákomum, þetta alveg svakalegt. Þetta bara svakalegt hvað Trump að gera, það það sem svakalegt. Já, hann rosalega maður. Já, ég veit, þið finnst það. Hann líka mikið í golfi. Já, Flórida. Og Skotlandi. Já, hann á velli þar, mjög flotta velli. Hefurðu spilað um? Nei, því miður. Akkur ekki? Eitthvað erfitt? Þú getur borið saman við Akranes. Ég veit að það sé dýrt svona fyrir einhvern blaðamann. Já, þú ert ekki komin á bensin. Nei, ég ekki á listamannlaunum. Nei, það líka ljóst. Þá hægt að kaupa bens. Heyriði, það gaman að fá okkur hér í spursmál og Heiður, gaman að renna síðan á þessa góðu bók. Já, þú lofar að lesa hana. Já, ég fagnaði líka að það sé verið að gefa út bækur, ekki bara fyrir jólin. Það er gott að koma með ferskt og nýtt efni inn á markaðinn á þessum tímapunkti. Já, og ég ætla að segja, ég er mjög stolt af þessari bók og ég er mjög spennt af að lesa hana. Já, ég veit fólk til að fara á Goodreads og gefa henni mjög háa einhvern að bjarga þinni andlegu heilsu. Já, það veit góður. Já, þú veist þú meiri dúllubásinn. Já, það segja þau öll. Júlía, Margrét og Kamila, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða ykkur. Við ætlum að halda áfram á vettvangi listarinnar, reyndar sönglistarinnar, því að Jökull Júlíusson í Kalíó, þeirri ótrúlegu stórsveit sem fer sigurförum heiminn, meðal annars í Bandaríkjunum, hann kominn hingað í hús og ég ætla að ræða við hann ferilinn og stórtónleika sem að standa fyrir dyrum í Vaglaskógi og svo þegar að Jökull hefur hvatt okkur, þá kemur hingað ágættur vinur þáttarins Sigmundur Davíð Gunnarsson og rifjar upp rosalega atburði frá árinu 2015. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Og það er eitt sem er dálítið skemmtilegt þetta grill. Ég myndi segja að það væri þessi fjölbreytileiki. Maður getur grillað beint yfir hitanum, svona beingrillun. En svo er líka eitthvað sem kallast barbecue og það er eitthvað sem maður gerir við óbeinan hita, sem maður ver matinn fyrir hitanum. Og svo í þriðja lagi er að það er líka hægt að breyta þessu grilli í reykofn. Það er bara að kasta nokkrum viðarköpum ofan á kolinn og umbreytist grillið í það sem kallast smoker. Og það er alveg frábært. Ég get eiginlega ekki beðið eftir að borða. Þetta áttur að vera algjört æði. The Big Green Egg fæst í kassa í Skeifunni. Perlur glitra dalinn færist ró. Draumar þess rætast sem gistir Vaglaskó og klæð rauðu skini á krækilingislag. Kyrrðin fríðandi, mild og angurvæg og leikur í ljósum, lokkum og angandi rósum, leikur í ljósum, lokkum minn vakandi blæ. Þetta var lagið Vor í Vaglaskógi með hljómsveitinni Kalíó og ég veit þið trúið ekki en það eru 12 ár síðan að þetta lag kom út. Þá vissu fáir, jafnvel bara engir hvaða hljómsveit þetta var en núna veit heimurinn það svo sannarlega. Tugir milljóna manna sem að hlusta á hljómsveitina í mánuði hverjum á helstu efnisveitum og hún fer sigurför allar heimsins koppagrundir. Allt og lítið á Íslandi reyndar. En þrátt fyrir það er Jökull Júlíusson, hljómsveitarstjóri og söngvari og potturinn og pannan í hljómsveitinni komin hingað í spursmál og við ætlum að ræða saman, ekki síst að því tilefni að það stefnir í stórtónleika einmitt í Vaglaskógi. Blessaðu Jökull. Sæll. Þetta er ótrúlegt hvað er langt síðan að þetta kom út. Já,
Þetta bara tíminn flýgur, ef svo má segja. Skemmtilegt að stoppa við einstaka sinnum og horfa tilbaka. Já, ég ætla að ræða við þig þessa merkilegu tónleika sem þið stefnið á, en mér langar þrátt fyrir það að byrja aðeins framar í tíma, eða öllu aftar í tíma. Þegar þið gefið út þetta lag, þá þessi hljómsveit lítið þekkt. Getur þú sagt mér hvernig þetta byrjaði allt saman? Sko já, við erum þarna bara nýlega búin að taka þátt í músíktilraurum, minnir mig, og erum bara að spila svona og taka upp frumsami efni og mér minnir að ég hef alltaf haldið náttúrulega upp á þetta lag og átti þessa útgáfu sem ég spilaði meðal hans í útskriftarveislunni hjá mér og annað, þannig réttur umlega 20 minnir mig. Við vorum að spila þætti held ég á RÚV, eða Rás 2 öllu heldur, og okkur vantaði held ég hreinlega fleiri lög til þess að fylla upp í prógrammið sem að fylla þurfti upp í. Þannig að mér minnir að ég hef svona bara, já, lagt til að við spilum þetta fallega lag. Og það var þarna tekið upp fyrir einhvern þátt þarna á Rás 2 og það fór í loftið og það var bara mikil krafa gerð á að þetta lag yrði tekið upp í hljóðveri. Og svona, já, sagan sem því fylgir svona eiginlega öllum kunnu eitthvað meginn. Og þetta það lag sem að svona brýtur múrin fyrir ykkur hér innanlands. Þeir komist algjörlega á koppinn eða í fókus bara alþýðu manna. Algjörlega. Við tökum upp þetta lag og í kjölfarið gerum við plötu þarna með Senu á sínum tíma. Og það var bara alveg spilað út í eitt. Ég sótti þarna í háskólanum einu sinni tvisvar og það var aldrei tími til af því að það var bara spilað alveg endalaust og það stóð yfir í svona 1,5 ár og þá vorum við bara farnir í Víking erlendis. En þú hefur alveg frá upphafi fyrst og fremst samið og sungið á ensku. Það er þessi taug, þetta er bara gamalt íslenskt sönglag, þetta nú kannski verið kallað rock eða eitthvað á þess tíma mælikvarða, en þetta er mjög úr karakter við það sem þið eru að gera öðru leyti. Já, maður segja það. Ég sem að einhverju hluta vegna mikið á ensku. Ég er náttúrulega mikið undir áhrifum og hef alltaf verið frá svona jaðartónlist frá Bandaríkjunum og víða. Þannig að það geti spilað eitthvað inn í en hef alltaf gaman að sjálfsögða fyrsta lagi að íslenskri tungu sem að mér finnst mjög mikilvægt að allir haldi vel utanum akkurat á þessum tímum. Þannig að þetta er kannski búin að vera svona mitt framlag í að halda íslenskri tungu á lífi er þetta lag upprunalega sem er náttúrulega svo fallegt ljóð og kvæði og síðan lag og síðan Sóðung ástu mín, vökuvísan sem ég tók upp og gaf út á 17. júní í fyrra. Já, þú frumfluttir það í Red Rocks á tónleikum sem ég reyndar, eða vill svo til að ég var á fyrir slysni. Það var ótrúleg upplifun, þúsundir manna sem að hlýta á þetta og ég gæti ekki séð annað en að Bandaríkjamenn og Kanadamenn og aðrir sem voru þarna í kring nytu þessi jafn vel og við Íslendingarnir. Nei, algjörlega. Eins og voru, nú erum við búin að spila voru í Vakaskói núna í 10 ár erlendis og þetta er alltaf svona svolítið sérstakt moment á tónleikunum af því að þarna erum við að syngja mitt á íslensku og fólk annarkvort bara það er annarkvort þögn eða þá sumir er jafnvel að syngja misvel með. En þetta verður alltaf svona svolítið sérstakt moment myndi ég segja, svona augnablik á tónleikunum og við finnum það að við komumst alls ekki upp með að sleppa því að spila og ég meina svo er þetta búið að sanna sig bara að þetta er sem langmest spilaðasta íslenska lag á íslensku núna bara sem við erum og þannig að algjör rómantík í þessu og okkur þykir alltaf vænt þetta lag. Við horfum á sigurgöngu ykkar á síðustu árum og það er eins og með alla góða hluti þeir þykja sjálfsagðir þegar þeir hafa orðið að veruleika. Þið verðið vinsælir hér á Íslandi, en hvernig brjótast menn út á hinn erlenda markað þetta risastóra svið? Er þetta tilviljanir eða er þetta einhver fókus sem að þú hafðir eða áttaðir þig á? Já, ég held að ég myndi segja að þetta væri svona bæði. Líklega, sko ég hef þetta mikið metnað og held að flesti getur tekið undir það og fókus og annað sem að ég held að þú þurfir að hafa.
En ég held að það sé alls konar sem að spilar inn í. Þetta var ekki hvort að við lendum inn á einhverjum svona Spotify listum. Þarna ný tónlist á hverjum föstudegi og eitt leiðir að öðru. Það þarna bara haft samband við okkur mjög snemma frá Þýskalandi, Englandi og Ameríku. Og við erum bara, í nokkra mánuði að tala við einhverja aðalega erlendis og svo fórum við svona út í eiginlega, hvað maður að segja, áheyrnarpröfur fyrir mikið af þessum stóru plötufyrirtækjum annað. Og maður er eiginlega bara varlega búinn að staldra við og horfa tilbaka síðan þá. Þetta er búið að vera algjör rússíbani náttúrulega, síðustu bara 10 ár. Það er bara bolti að rúlla og hann rúllar og rúllar og hraðar og stækkar. Já, við vorum búin að spila held ég í 49 eða 50 fylkjum bara á fyrstu 14 mánuðunum sem við vorum búin að búa þarna út í Bandaríkjunum fyrst, sko. Þannig að það er hratt farið yfir. Eitt af því sem hefur vakið eftir þetta minni, ég fylgst með ykkur frá upphafi og þetta er auðvitað, eins og þú segir, þetta er tengt jaðartónlist bandarískri en þetta er auðvitað mikið country. Það er auðvitað alveg fáránlegt að einhverju Íslendingar í Mosfellsbæ mæti bara til Bandaríkjanna og segi við menn, við ætlum hér að gera það sem að þið eru búin að vera að gera hér í 200 árum með góðum árangri. Hafa menn ekki sett eitthvað fyrirvara á þetta? Hafa menn ekki að segja, komið ykkur heim? Nei, við höfum fengið mjög góða móttökur og það er auðvitað, þú veist, ekkert allir sem að kannski gera sér grein fyrir því að hljómsveitin sé íslensk. En nei, ég meina við höfum auðvitað séð bara Bretann að gera þetta á 7. áratugnum og þannig að tónlist er náttúrulega svona hið alþjóðlega tungumál, myndi ég segja. Þannig að ég kipp mér svo sem mikið upp við það hvaðan menn eru ef að tónlistin er góð og menn hafa einhverja sál að tjá. En það er oft gaman að segja fólki frá því að hljómsveitin sé íslensk og við reynum að flagga því með bæði þessum örfáu lögum á íslenskri tungu og svo erum við bara duglegir að vera með og sjá þetta íslenska fána út í áhorfendaskaranum og fleira. Getur þú teiknað um einhverja mynd af umfanginu í dag? Við horfum bara árið 2025. Hvað eru það að spila mikið? Það var að koma út ný plata, náttúrulega. Það lítur að hafa einhver áhrif á taktin í þessu? Einmitt. Jú, við erum búin að vera að spila mjög mikið síðustu ár. Heimsfaraldurinn náttúrulega setti smá strik í reikningin fyrir alla og þá vorum við bara á leiðinni í stórt tónleikaferðalag og að gefa út plötu. Þannig að svo voru allir svolítið bara að bíða og sjá. En við erum búin að vera að spila mjög þétt, myndi ég segja, síðan að það opnaðist allt saman. Þarna í kringum byrjun árs 2022. Við vorum bara eina af fyrstu hljómsveitum alþjóðlega sem að fóru aftur og byrjuði að spila. Þá var við bara, minnum í febrúar, byrjun 2022 og spilum við fyrir marga með grímur. Það var svolítið sérstök stemming. En þetta er bara oft svoleiðis. Við erum, í fyrra tókum við mjög stórt ár, vorum eflaust á tónleikaferðalagi í svona hátt í 300 daga það árið. Það þýðir ekki endilega þessi 307 er ekki tónleikar á hverjum degi, en þessu fylgja þetta rosalega ferðalög, hvort sem að þú ert í rútu eða fljúga. Og það þetta, þú veist, getur verið líðandi, þannig að við svona reynum auðvitað að fá smá tíma inn á milli og þá geta menn reynda að hvíla sig, en svo þarf þetta líka að taka upp plötu og semja hana. Þannig að þetta er kannski aðeins meiri vinna en fólk gerir sér oft grein fyrir. En hvað eins og segjum að það sé hefðbundið ár? Hvað eru það margir ferðardagar? Áttu bara heima í ferðartösku? Já, síðustu 3 skipti hef ég komið hérna heim í örfáta og ekki náð að taka upp úr töskum, sko. Þannig að það er kannski... Það er aftur út. Í raun og veru. Það er svolítið lýsandi kannski hvernig þetta er búið að vera. En ég meina hefðbundið ár, ég myndi segja, við erum búin að vera að spila svona nánast 100 tónleika á ári, myndi ég segja, síðust ár. Og síðan auðvitað er ég búin að vera gífurlega hluta ásins líka í hljóðveri að klára plötu og annað. Þannig að þetta er svona, bæði og, en við erum búin að ferðast mjög mikið mitt núna akkurat síðust ár. Ég meina nú þegar síðan í janúar, nú erum við í júní minnum mig, að þá erum við búin að fara til Ástralíu, Nýja-Sjálands,
Suður-Ameríku, sem sagt Brasilíu, Argentínu, Chile, Kólumbíu og víðan Bandaríkin og eru núna að fara í fyrramálið til Evrópu, þannig að þetta nokkuð strempið. Þú ert bara svo landafjandi allar heimsálfur? Já. Bara suðurskauti kannski eftir? Já, það væri gaman. Ég reyndar ég veit að Íslandi fara þarna í kargóflug, ég hefði áhuga að fara sko. Já, við sendum Boga Níls kveðju með hugmyndum það. Þetta auðvitað business líka, þetta ekki bara listsköpun, þið eru að hafa í ykkur á og skapa ykkur tekjur. Í heimurinn hefur breyst hvað þetta varðar. Já. Nú þetta svo mikið rafnætt í gegnum streymisveitur og annað. Já. Hverjir eru tekjustraumar hjá stórhljómsveitum eins og ykkar? Þeir eru náttúrulega bara því miður alls ekki þeir sömu og þeir voru. Það við erum búin að missa þessa geisladiska sölu eða vínilsölu sem var og hét og það sorglega lág prósenta sem rennur til flestra listamanna þar sem að streymiveitunar og plötufyrirtækin eru að taka sorglega stóran hluta. Það held ég aðal ástæðan fyrir því að margar hljómsveitir og listamenn eru að spila svona marga tónleika á ári meðal annars við. Það tekjuöflunar? Já, það stærsta tekjustreymið og síðan getur reynt að vera að selja sem sagt varning á þessum tónleikum mána sem gott að blessa og þetta frábært að spila og fá að ferast heiminn en svona maður vonar auðvitað í náinni framtíð. Það væri gaman að sjá stærri hluta reyna til listamanna og það náttúrulega segir sér sjálft að þú varst að borga 2.500-3.000 krónur fyrir geisladisk og nú ertu farin að borga 3.000 krónur fyrir aðgang að allri tónlist heimsins á einni streymiveitu. Það þarf að finna einhverja lausn á þessu vonandi. Þú hefur árum saman verið búsettur í Bandaríkjunum í Nashville. Hvernig sem í Tennessee fylki. Já. Icelandair var að byrja að fljúga þangað. Já. Þú hlýtur að hafa keypt hlutabréf í Icelandair við þau tíðindi. Ég tek því þetta fagnandi og ég meina að við höfum kannski svona hvatt á til þess að koma þessu flugi á áætlun. En nei, það bara alveg frábært og ég fór daginn í eitt slíkt flug. Þetta nú einhverjir 7 tímar og bara aðgengið, eitt besta aðgengi sem sagt við komum til Bandaríkjanna því að þetta eru einungis 2 flug frá Evrópu sem að fljúga til Nashville, það London og Reykjavík eða Keflavík. Já, það ekki miklar alþjóðlegar tengingar þarna? Nei, þannig að það töluvert auðveldara sem sagt að komast inn í síðan landið heldur en eða til þess að fljúga til New York, JFK á mjög alþjóðlegum flugvelli. Fljótt afgreitt? Fljótt afgreitt inn í landið og svo þetta bara ótrúleg borg sko og ég einmitt búin að vera hana mjög mikið síðan svona 2016-17 og hún búin að breytast mjög ört. Hún náttúrulega gífurlega vaxandi, ég held að sé allavega topp 3 eða topp 5 svona, mest vaxandi borgir í Bandaríkjunum og maður tekur eftir því. En það jákvætt svo lengi sem held ég, maður vonar þetta bara að þessi sál, þessi tónlistarsál, þetta þetta bara tónlistarborg heimsins. Það svo lengi sem að hún svona glatast ekki, að þá þetta bara gaman að sjá eitthvað meginn allt svona lifna við og þó það séu fleiri hótel og góði restaurantar sem að rísa hana. Maður svo vitlaus, ég hefði haldið að New York væri tónlistarhöfuðborgin en þetta Nashville hefur verið, Dolly Parton frá Nashville, Memphis nú ekki mjög langt í burtu. Þetta bara menning sem hefur skapast þarna yfir áratugi eða árhundruð? Já, í raun frá með Grand Ole Opry sem var svona útvarpað mjög snemma víða Ameríku og voru reistir turnar þannig að hægt væri að útvarpa þar út all landið. Það var svona það sem gerði svolítið verkum að Nashville var svona höfuðborg tónlistarinnar og þetta verið að vera mikið tengt við country þessi borg lengi vel en svo hefur maður auðvitað séð bara síðustu 20-30 ári, ég meina eins og Jack White og fleiri rockljónstir sem að hafa komið sér þarna fyrir og á þessum tímapunkti eru bara svo mörg hljóðver, það finnur hvergi fleiri hljóðver og eins og við kallum á sessionleikarar, hljóðfæraleikarar sem að spila í stúdíum og hljóðverum, að þeir eru hvergi fleiri og hvergi betri, þannig að það náttúrulega bara
algjör forréttindi að fá að taka þarna upp og það stærsta ástæðan fyrir að ég mínum tíma svona mikið þarna. Og eiga Íslendingar að leggja leið sína þangað? Já, ég veit til að halda flugliðin opinni? Já, algjörlega, bara bæði þetta frábær borg og bara, þú veist, gott veður og mjög miðsvæði sömuleiðis sem að menn hafa áhuga að ferðast víðar Bandaríkin. En ég veit það að líka íslenski tónlistamenn að nýta sér þetta núna. Þorleifur Gaukur, minn munnurbuleikari og hann töframaður. Já, töframaður. Hann býr hérna öllum stundum og ég veit að hann var með KK í heimsókn og Múkisson og fleiri og það allir að streyma hérna að taka upp. Flytja þangað kannski. Færum talið að tónleikum í lok júlí, það 27. júlí? Já, það passar. Hvernig kemur þetta til? Já, þetta kemur til að ég svona náttúrulega búinn að hafa það á dagskrá að halda hérna tónleika. Það alltaf langt síðan að við vorum með tónleika á Íslandi. Það bara góð 10 ár síðan. Við höfum ekki verið bara í Gamla Bíó síðast. Og ég var náttúrulega með á dagskrá að vera með einhverja flotta tónleika hann rétt fyrir heimsfaraldur og það fór svolítið á hliðina þá. En já, svo bara var ég að velta fyrir mér hvað væri hægt að gera. Alltaf gaman að gera eitthvað öðruvísi, finnst mér. Við erum alltaf búin að vera duglegir hérna í okkar frítíma að spila og taka upp svona lifandi flutning á lögum víða, bæði í Fjallsárlóni fyrir austan, á Ísjaka, hérna þegar að gaus fyrst á Suðurlandi, við Eldfjall og Þrídröngum fyrir utan Vestmannaeyjar og fleira. Mjög skemmtilega verkefni. Skálholtsdómkirkju og Ókleimarar. Akkurat, þannig að við sem að skartar óbáslega skemmtilega íslenskri náttúru og annað. Þannig að þetta svona hluti af okkar DNA orðið og okkur finnst mjög gaman að gera þessa hluti. En einmitt, alltaf langt síðan að tónleikar voru, þannig að það kom hugmynd hvort að það væri ekki vel við hæfi að vera í Vaglaskógi og svo var ég hérna á leiðin á þjóðhátíð í fyrra og satt í Herjóli og lenti við hliðina á Jakobi Frímanni og bar þetta undir hann og hann var mjög spenntur og fannst þetta fallegt og hann svona búinn að vera að hjálpa mér að láta þetta vera veruleika. Það er mikið sem að þarf að huga til þess að láta verða af svona stóra tónleika. Talandi töframenn? Já, nákvæmlega. En við erum bara hæstánæðir og erum mjög spenntir að halda þessa tónleikar og að fá hana í lið með okkur bara mikið af ótrúlega flottu tónlistafólki, Hjálmar og Júníus Meivand og fleiri og bara sem að við þetta þekkjum líka vel og þetta á að vera svona family style, ef það svo má segja. Hvernig mun fólk geta nálgast miða? Verður þetta bara tix.is? Sko, við erum að fara með það núna í sölu eftir helgi. Það verður líklega tix.is en til þess að tryggja sér miða að það er hægt hér með inn á keytoiceland.is og þú getur þá skráð þig og tryggt þér miða. Og við erum að reyna að hafa þetta í eins ódýrt og mögulega getum. Þessi fyrstu miðar eru þá á 6.900 og þar er bílastæði og tjaldsvæði innifalið. Já. Þannig að já, bara að gera, að reyna að tryggja sér miðar. Hvað bústu við mörgum í skóinn? Sko, það væri svona draumur að ná kannski milli 3.000 og 5.000 manns sem ekkert gífurlegur fjöldi en við erum líka að stefna á að bara halda ábúrslega vel utan á gæslu og þetta viljum við bara bera mikla vinningu fyrir staðnum og passa frágang á hana og svo viljum við bara öllum líði vel og þarna séum menn að koma á tjalda og fjölskyldan að koma saman og upplifa með okkur. Fólk skellir sig í skógaböðin og fer svo í gegnum Vaðlaheiðgöngin og rafleitt á tónleikasvæði. Algjörlega og golfvöllur á svæðinu og barnasvæði og fleira þannig að ég var eftir að tala við Jakob, hann var rifið upp, það er líklega ekki verið svona tónleikar í skólendi á Íslandi í fleiri 20 ára. Já. Þannig að vera síðastur þarna í Hallormsstaðaskógi eða hvar það var. Fyrir 100 árum? Eitthvað svolítið, hann sagði að síðustu tónleikar í Vaglaskógi hefur líklega verið Flower spilið 1970, þannig að það er bara held ég komin tími til. Það er spennandi. Já. Þetta í samhengi hlutana 3.000-5.000 manns, þetta er ekki fjölmenn. Hvað fjölmennustu tónleikar sem að þið hafið komið fram og hvað eru að tala um í? Já, það er það að rekna. Þú varst þegar okkur í fyrra, við erum þar árlega á Red Rocks, það er svona 10.000 manns. Við höfum þetta að spila mesta sem við höfum spilað líklega
í þau skipti sem við spilum með Rolling Stones, við spilum nú einu sinni með þeim í austurísku fjöllunum, þar voru held í 116 manns. Já, þið voruð hitt upp fyrir þá? Já, við höfum opnað fyrir þá nokkur sinnum. Og svo þetta bara, þessar tónlistarhátíðir hlaupa ofta á 100.000 eða meira, sko. En nei, þetta viljum við bara gera fyrst og fremst bara til þess að búa til upplifun með góða fólki og við erum bara mjög spenntir sjálfur, og alltaf gaman að fara norður. Við mikið spilað þar í gegnum tíðina allavega þegar við vorum að spila hérna á Íslandi sem mest. Þannig að ég held að þetta verði bara tilvalið. Þú nefnir Rolling Stones, ég var að skoða tónleika með Willie Nelson held ég í september, hann 92 ára. Þessir kallar virðast vera ódrepandi þrátt fyrir heroinneyslu og aðra óáran sem á þeim hefur dunnið. Hvað ætlar þú að endast lengi í þessu? Nú lifir þú allt of heilbrigðan lífstíl að mínu mati og margra annara. Verður þú að til 200 ára aldurs? Það góð spurning. Það ýmislegt að gera í líftækni vísindunum núna. Nei, gaman að segja frá því. Ég sá hann á síðast ári, Willie Nelson og Bob Dylan voru saman með tónleika. Það náttúrulega mikið útvælt. Allir það sé ekki bara að þeir eru ungir í anda og hafa gaman að því sem þeir eru að gera. Það einstakt að fá að vera í þessari forréttindar stöðu, að vera að skapa eitthvað og fá að fara á svið fyrir framan þúsundir manna bara oft í viku. Þannig að það kannski aðal eiturlifið, sko, að fá þá upplifun að fólk sé að syngja lögin og annað. En nei, ég held að þetta sé bara að spila reynsla inn í og þetta eru vanir menn. Já. Og þeir eru furðu skarpir, stónsararnir, þó ég segi sjálfur frá, sko. Þannig ég held, þetta ekki bara gleðin sem heldur þeim að lífi. Það var vonandi. Ég hringdi í félaga minn og spurði hvort það vildi koma með mér á þessa tónleika með Willie Nelson í haust og hann spurði hvað verða þeir haldnir í himnaríki eða því að menn trúaði ekki að svona allir menn geti haldið þetta út. Hann var Willie var eiginlega ferskar en Dylan ef að vera hreinskilinn, sko. Já, merkilegt. Jökull, gangi vel með þetta. Það eru tilökun efnið að fylgjast með þessu stóra verkefni ykkar Jakobs Frímanns, Herjólfur og svona óvænt samskipti geta oft leitt af sér stórkostlega hluti. Einmitt. Gangi vel. Takk hérlega. Við erum ekki alveg hætt á vettvangi spursmála þessa vikuna. Við ætlum að venda hvað okkar í kross, hætt að tala tónlist og útrás hennar. Við ætlum að ræða hálfgerða innrás, árás og átök sem áttu sér stað hér á Íslandi eftir hrun bankana. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var forsætisráðherra Íslands árunum 2013-16 og náði ótrúlegum samningu við kröfuhafa sem breyttu íslensku hagkerfi til frambúðar. Ég ætla að ræða við hann þá staðreynd að það eru 10 ár liðin núna þessar mundir frá því að samningar náðust þetta mikilvæga mál. Þú færð Boss bílavarahluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss. Icelandic Skincare. Stórkostlegt tilboð á taramar.is. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Við þökkum Jökli Júlíusinni fyrir komuna. Hann og hljómsveitin Kalljó verða í Vaglaskógi þegar líður á sumarið og við hlökkum til að fylgjast með þeim stóru viðburði. En í liðinni vikum þá voru 10 ár liðin frá því að tilkynnt var afnám haftanna. Þau voru sett á í kjölfar hins mikla bankahruns 2008 og þegar íslensk þjóð átti hvað báast á síðari tímum. Þessi aðgerð, afnámið og samningar við kröfuhafana áttu eftir að hafa gríðarlega mikil áhrif á íslenskt hagkerfi til frambúðar og eru enn að hafa áhrif á sína vísu. En hingað kominn Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem stóð í stafni þegar þessi aðgerð var gerð, þar að segja á þjóðarskútunni sem forsætisráðherra. Við ætlum að rifja upp þessa miklu atburði og hvað gekk á, ekki síst að Tjaldabaki. Blessaður og sæll. Blessaður, takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Já, það full ástæða til við tímamót sem þessi. Ef ég maður rétt að þá var þetta tilkynnt 8. júní á mánudegi. Það ekki allir mánudagar sem mæðu. Já. Ég verði að rifja hér upp skrif Morgunblaðsins auðvitað. Við fjölluðum þessi mál af áfergju og ítarlega á sínum tíma. Það gerði býsna vel. Það var ungur blaðamaður manni þá sem að, hvað heitir hann, Stefán Stefánsson. Hann var allavega yngri en hann í dag, sko.
en dálítið blautur á bak við eyrun. Þessar aðgerðir sem að þarna var ráðist í voru miklu umfangi eins og ég segi. Þið segið á kynningunni 1200 miljardar að umfangi þegar allt talið. Geturðu teiknað upp mynd af viðfangsefninu sem að þið stóðu frammi fyrir? Já, viðfangsefnið var það stórt að niðurstaðan, það var alveg ljóst, niðurstaðan myndi ráða úrslitum hvort Ísland næði sér á strik efnahagslega einhvern tímann í fyrirsjáanlegri framtíð. Áratuga skeið hefði Ísland verið fast í viðjum hafta og skulda ef það ekki hefði tekist að vinda ofan af þessum vanda. Þetta gerðist fyrst og fremst með því að hér voru mjög stórir bankar eins og menn þekkja. Mjög, gríðarlega stórir miðað við stærð íslensks efnahagslífs sem að fóru í þrot. Og það var mikið panik á þessum tíma, forsætisráðherra Bretlands lýsti Ísland gjaldþrota og þar fram undir götunum. En engu að síður áttu þessir bankar miklar eignir. En vegna þess hversu mikil óreiðan var, þá voru kröfur á þessa föllnu banka, slitabú eins og það kallað, því það var ekki búið að setja þá í gjaldþrot. Kröfur á slitabúin voru seldar bara á hrakvirði, jafnvel 1 eða 2% af kröfunni. Og ekki hvað síst vogunarsjóðir í London og New York sáu sér leik á borði og ryksuðu upp þessar kröfur sem þeir keyptu fyrir bara brot af nafnvirði. Þá taka þeir til við það að reyna með ýmsum ráðum að innheimta þessar kröfur að fullu. Og þeir eru nú sumir býsna djarfir þessir vogunarsjóðir. Einhverjir þeirra komu í fréttir á sínum tíma höfðu gengið hart fram í Afríku og víðar, en þeir voru kallaðir hrægammasjóðir sem þeirra fyrir vikið. Kaupa kröfur á hrakvirði og reyna síðan allt sem þeir geta, jafnvel mútur og hótanir til þess að fá sem mest fyrir kröfunar. En það sem blasti við var að það væri ekki hægt að hleypa þeim út með allar sína kröfur, því að það kom á daginn að það voru miklu meiri verðmæti eftir í bönkunum heldur en hafði gert ráð fyrir. Verðmæti krafnanna var nam einhverjum 20% en ekki þessu 1 eða 2% sem sumir hefðu keypt þær á. En þó var ljóst að það var ekki hægt fyrir Ísland að hleypa mönnum út með allt þetta fjármagn, því að þá myndi bara íslenskt efnahagslíf hrynja. Þannig að þarna mættust annars vegar stjórnvöld og hins vegar þessir aðalar sem að vildu fá sem mest þetta, og undir var efnahagsleg framtíð Íslands. Það voru höft við lýði og við útskýrðum fyrir þessum ágengu vogunarsjóðum að við gætum aldrei aflétt höftunum nema þeir féllust á að skilja eftir töluverðan hluta af þessu fjármagni. Þeir voru ekki sáttir við það, töldu sig að fá þetta allt og bara fara út og hvað sem yrði Ísland, það var ekki þeirra vandamál, en það var vandamál okkar, það var vandamál ríkisstjórnarinnar. Og þá hefst svona störukeppni, hvor gefur sér fyrir, og við vorum ekkert að fara að gefa okkur, það var bara ekki valkostur fannst mér að við myndum gefa okkur gagnvart þeim. En svo þurfti að fara að pota í þá. Þetta er það sem ég kallaði kylfan og gulrótin. Það þurfti að draga upp kylfuna og það var gert með því að hóta þeim að þessi slitabú bankana yrðu skattlögð. Skattlögð mjög hátt. Menn höfðu nefnt aðrar hugmyndir að setja bankana bara í þrot og setja svo útgöngu skatt og fleira, allt í lagi að velta slíku fyrir sér, en það sem varð ofan á var í raun hótun mjög háan skatt á þessar eignir. En svo hótun var ekki innistæðulaus, okkur var fullkomin alvara með henni og hún var nauðsynleg. Því það var ekki hægt að halda íslensku efnahagslífi
lífskjörum almennings á Íslandi í frosti áratugum saman vegna bankahrunins. Þetta frost hefði varað áfram ef ekki hefði verið hægt að losa þessa aðila út með einhverju móti. Já. Þá hefði ekki verið hægt að afnema höftin og það var nú margir sem að bentu á, sögufróði menn, þegar höftin voru sett á og voru þá margir þeirra andvír því að setja þessu höft en þau voru nú haldið nauðsynleg þeirra aðstæður sem að voru akkurat í miðju bankahruninu. Bentu á að þegar svona höftur er sett á þá er þau ekkert losuð fyrir inn í fyrsta lagi eftir einhver áratugi. En það tókst á 2 árum frá því að ný ríkisstjórn tekur við og þangað til að þessi fundur er haldinn og þessi forsíða verður til að ekki aðeins losa höftin heldur tryggja Íslandi ríkinu að mestu leyti en líka verulega leyti bara íslenskum almenningi verðmæti sem að heildarumfangi þarna á þessum tíma var áætlað 1200 milljarðar og við getum leikið okkur að því að upprekna þá tölu til verðlagsins í dag og við getum líka að við viljum bætt við efnahagslegu áhrifunum af því að hagkerfið hafa aftur farið af stað sem að voru gríðaleg. Þetta voru gífurlegir hagsmunir sem þetta voru undir, þannig að það náðist tvennt mjög gott í einu. Það var hægt að losa höftin og framlagið til Íslands. Það var slíkt að, ég hef sagt þetta áður og ég hef alltaf beðið leiðréttingu ef einhver kann eina slíka. Framlagið var slíkt að ekkert ríki, allavega ekki í seinni tímasögu, hefur náð eins hröðum og miklum efnahagslegum viðsnúningi og varð með þessari niðurstöðu. Framlagið felst í því, ef að ég skildi þetta rétt á þessum tíma, að innlendar eignir, krónueignir slitabúanna, sem að þessir aðilar gátu ekki farið út með öðru sem að valda þá höggi auðvitað á gjaldeyrismarkað og annað, að þær voru bara skildar eftir. Þær voru í raun og veru bara millifærðar inn á reikning ríkissjóðs. En erlendar eignir, gjaldeyriseignir og annað, það var eitthvað sem að menn komust út með. Já. Nokkur neginn það þannig og þetta voru alls konar eignir. Þetta voru hlutabréf, þetta voru bankar, Íslandsbanki, til þeim samtur í heild sinni. Sem nú er nýverið búið að losa aftur, selja. Arion banki að hluta. Ég var nú reyndar á því að þeir voru alltaf með vesen þessir aðilar og leiðindi. Ég var á því að bara taka Arion banka allan. En fjármálaráðherrann hafði ágjörð því að ríkið væri þá komið með alla bankana í fangið og við getum alveg skilið þau rökin. En ætlunum var aldrei að ríkið sæti upp með bankana alla. Þetta var spurningum að taka þær eignir sem að þyrfti til þess að hægt væri að losa hér höft og hleypa þessum aðilum út. Aðilum sem ég held að reyndar hafi margir komið aftur í ljósi þess hvað gekk vel með þessa lósin haftan og efnahagslega vöxt í framhaldinu. Höfðu kynst hagkerfinu, kynst Íslendingum og komið aftur og fjárfestu Íslandi. Nú, annað til að rifja upp er það að það situr ríkisstjórn hér frá 2009-13 og hún er með þennan vandi í fanginu sem að þið síðan tókuð að lokum við. Já. Og þegar maður skyggnast tilbaka þá er eins og að menn hafi í raun og veru ekki haft yfir sín yfir það hver vandinn varð. Menn voru að deila snjóhengjun og annað en umfangið og umfang vandans, eins og ég segi, var ekki líðum algjörlega ljóst og einhvern veginn virtist eins og menn ætluðu bara að láta þetta malla. Hvað er það sem að þið gerir til þess að ná mynd af þessu? Það er einhver hópur þarna sem þú kveður til starfa. Já. Þegar við tökum við, þá kemur bara daginn að það var í rauninni ekkert plan hjá síðustu ríkisstjórn. Einhvern tímann seinna var dregið fram einhver Excel-skjal eða eitt A4-blað upp úr Excel-skjali að menn hefði ætlað sér einhvern veginn að vinna þessu. Það var þá þegar orðið allgamalt þegar komu kosningunum og menn hefði ekkert gert með það og ekki sýnt því mikinn áhuga. Þannig að það var ekkert plan til staðar og stjórnkerfið var ekki með á nótunum með hvað ætti að gera. Ég taldi fyrir vikið vænstakostinn að leita til manna sem að ég að mestu leyti þekkti
persónlega og þekkti af góðu, þekkti fyrir að vera miklir snillingar bara. Og sumum þeirra hafði ég kynnst í ISEF-baráttunni, sumum hafði ég kynnst í námi í Bretlandi og ég held að það sé alveg rétt að nefna þarna sérstaklega Sigurður Hannesson sem að ég hitti fyrst á Angkor pubnum í Oxford í Bretlandi, líklega 2002-2003. Segiði börnunum ykkur að fara á barinn? Já, og við höfum þekkst síðan og hann hafði komið mikið að málum varðandi ISEF og þá slægi sem Ísland stóð fram með fyrir á þessu tímabili og það átti við fleiri, meðalagsmenn sem ég kynntist í gegnum Endefense sem að hafðu verið boðnir og búnir til að taka slaginn fyrir Ísland. Þannig í rauninni valdi ég fólk sem að hafði það annars vegar til að bera, að vera ótrúlega klárt og hafa mikla þrautseigju og hins vegar fólk sem að ég myndi kalla þjóðrækið hafði sýnt það því að það voru mikil gylliboð í gangi á þessum tímum sko. Og flestir sem að þekktu eitthvað og gátu eitthvað í hagfræði, lögfræði og þekktu til í kerfinu, þeir gátu gert mjög vel efnahagslega fyrir sjálfa sig, fjárhagslega með því að vinna fyrir þess aðila sem var að gæta þessara miklu hagsmuna. Þessi aðilar voru með hermann á sínu snærum hér innanlands, Íslendinga? Heldur betur. Og ég þekkti marga þeirra og þeir voru sem kallaðir íkornarnir á þessum tíma. Þeir voru sendir svona til að hlaupa upp og niður trén og athuga hvað var í gangi og reyna að finna einhverjum hittur. En ég held að sé alveg óvægt að segja frá því núna að sumir þessar íkorna þeir áttir að hafa tekið að sér þessi hlutverk. Þeir voru samt fyrst og fremst Íslendingar og báru hagsmuni þjóðarinnar fyrir hagsmunir Íslands voru þeim efst í huga. Og ég átti fundi með mönnum sem að hafðu verið sendir til að reyna að afvegaleiða mig og stjórnvöld og bjóða eitthvað sem að töldu það bara skyldu sína sem Íslendingar að upplýsa mig hvað raunverulega væri í gangi. En það var þarna þetta lið, úrvalslið sem að sett í að vinna að ákveðinni niðurstöðu í þessu málum. Og kerfinu var það ekki að skapi. Ég held að sé alveg ótt að segja að við höfum átt í töluverðum átökum á þessu tímabili við Seðlabankann, fjármálaráðuneytið, fleiri ráðuneytisstofnanir, auðvitað ekki alla í þessum ráðuneytum eða stofnunum. Nei, það er auðvitað að tala kerfið, en þarna einhverjir menn sem að ráða ríkjum. Já. Og kerfið var alltaf í því, eða þessir menn, hverjir sem það voru í hverju tilviki, að reyna að útskýra fyrir mér og okkur hvers vegna væri ekki hægt að gera hlutina. Það komu endalaus minnisblöð, ekki leiðir til þess að leysa vandann, heldur minnisblöð ástæðurnar fyrir því að þetta væri svona, þetta væri vafasamt, það var ekki víst að þetta stæðist. Þetta er kallað í Ameríku cover your ass, að geta þá sagt síðari. Ég var að þeir áfyrir við þessu, ef það fyrir illa. Hverju voru þessi menn? Var Már Guðmundsson í þessum hópi? Við Már tókumst nú aðeins þessi mál, ég skal alveg viðurkenna það, en þetta var samt bara, það er ástæðulaust að vera að setja einhver sérstök nöfn á þessa starfsmenni í stjórnkerfinu, því þetta er bara þess háttur stjórnkerfisins. En er ekki full ástæðu til að setja nöfn á það til þess að koma í veg fyrir að slíkt hægt aftur, þannig að menn átti sig á því að þeir geti ekki endalaust skákað í skjóli einhvers konar embættis nafnleyndar? Hugsanlega, en þetta er náttúrulega alltaf að gerast aftur og aftur. Það er að þið þorið ekki að leysa frá skjóðunni. Já,
Við sjáum til með það, en það er líka bara mjög erfitt, maður veit ekki einu sem hvernig hlutinni verða til í þessu kerfi. Minnisblöðin bara birtast manni. Þau verða ekki til að sjálfu sér. Nei, það er einhver fólk þar að baka. En það fólk, því gengur ekkert illt til, en kerfið er í eðli sínu íhaldsamt. Og ef maður ætlar að gera raunverulega breytingar, þá verður maður að vera undir það búin að fara í gegnum allar hindranir sem að verða margar. Þeim gengur ekki endilega illt til, en kerfið er gert til þess að verja Íslendinga og íslenska hagsmuni, ekki annar. Já, og þá erum við kannski komað enn stærri spurningu en var þetta tiltekna mál. Það er þessi vöxtur kerfisins og aukið afl þess á kostnað stjórnmálamanna. Og það er engum að kenna nema stjórnmálamönnum sjálfum. Þeir hafa talið bara þægilegt og gott að gefa frá sér vald, af því að margir þeirra vilja bara komast í gegnum hvern dag á þess að gera það að segja einhvað sem gæti talist umdeilt. Þeir vilja bara fá að vera í friði og klifra smátt og smátt tröppuganginn í sínum flokki og geta sagt, herru, þetta er ekki pólitísk ákvörðun sem er ekki hérna, þetta er fagleg ákvörðun. Við fengum þetta hérna frá sérfræðingunum. Sérfræðingarnir, það er nú annað. Sem að maður læra af þessu og öðru mál. Þessi snillingahópur sem þú nefnir svo, Sigurður Hannesson, Ásgeir Helgi. Sem er ekki sérfræðingarnir innan gæsalappa. Nei, annars konar sérfræðingar. Þeir teikna upp áætlun sem að þið Bjarni Benediktsson skoðið og ákveðið að ýta úr vör. Hvernig fara menn að því að mæta þessum hrækum og segja, við ætlum að taka okkur 40% eignunum ykkar ef þið anskotist ekki til þess að semja okkur? Já, það lá fyrir í kosningum og þess vegna taldi ég mig hafa lýðræðislegt umboð til þess hvaða leið ég vildi fara í þessu og þá fæ ég fólk í það sem að ég vissi fyrirfram. Ég reynda gæti ekki valið alla, eðlum og samkvæmt, þá þurftu aðrir að hafa aðkomu að þessu, en þeir sem ég setti þetta, ég vissi að þeir væru svona á sömu línu og ég og bað þá að framfylgja því. Þeir stundum komið til mín og höfðu þá mætt þessum hindrunum sem ég nefndi. En í öllum tilvikum sagði ég, þið eruð með umboð frá forsætisráðherranum, frá þessari ríkisstjórn. Þið látið ekki segja ykkur þetta, þið haldið áfram. Og endaði með því að það var hvað kalla það, störukeppni. Það var allavega orðið mjög erfitt milli okkar sem að vildum ganga hvað lengst í þessu og svo kerfisinn sem að var alltaf að reyna að draga úr og taldi þetta stórhættulegt og bara gengi ekki upp og svo ræðis. Og það var endalausir tafaleikir. Ég var alveg verið vitlaus á minnisblöðunum það hversu þetta væri ekki hægt. Og þá var til það sem ég kallaði síðar svartikaflinn í ræðuminni á flokksþingi Framsóknarflokksins, blessus minning hans, árið 2015. Það er haldið flokksþing og ég eins og gengur með ræðu þar. En einn kafli í ræðunar var yfirstrikkaðar með svörtu, svona eins og þegar maður fær einhverjar skýrslur frá hennu opinbera það sem maður má ekki sjást hvað er í þeim. Þessi kafli var yfirstrikkaður og ekki einu svona aðstofamaður minn á þeim tíma en nokkur annar fekk að sjá hann. Af því ég vildi ekki gera fólk samsekt, ef svo má segja, og ég vildi heldur ekki að það lægi út. En þar tilkynnti ég í ræðunni á flokksþinginu að við ætluðum að leggja þennan skatt, cirka 40% skatt á slitabú bankana. Þá var, eins og sagði í ráðherra einhvern þættinum, it's been announced, það er búið að tilkynna það. Það var komið út. Það er ekki hægt að taka það tilbaka. Það var ekki hægt að taka það tilbaka. Og þannig var það niðurstaðan og það kemur fólk frá ráðuneytunum og Seðlabankanum að fund ráðherranefndar efnahagsmál og einhverja úr þessum hópi með frumvarp þessa efnis og bara fínt, bara ágætis frumvarp, loksins
var búið að fallast á það sem að ég hafði verið að biðja kall eftir heimta. Skattprósenta var komin upp í það sem ég taldi hún ætti að vera, sem að flestir aðrir töldu allt of hátt. Og þannig líka frumvarp fyrir og ég tiltölulega glaður bara að sjá loksins komið þetta. En svo rek ég augun í dagsetninguna á frumvarpinu. Það stendur lagt fram dagsetning sem var meira en ár fram í tíman. Þannig ég bendi á, þegar við skrifar rangt á, það stendur 2016 í staðinn fyrir 2015. Já, nei, sjáðu til. Við teljum algjörlega óraunhæft að þetta mál komist fyrir þingið fyrir í fyrsta lagi eftir ár. Og það starfsmenn í fjármálaráðuneytinu? Já, væntanlega, já. Nafnlausir sem fyrir? Já, ég meina, við hefum ekki verið á vandir við þá. Þó ég hafi verið mjög pirraður við summa á þessum tíma, þá var þetta Guðmundur Árnason? Sína, hvað segirðu? Var þetta Guðmundur Árnason? Ég ætla ekki að nefna tiltekin nöfn í þessu viðtali. En allt þetta fólk, það örugglega vildi vel. En ég félst ekki á þetta ætti að koma eftir ár, en það bara frálegt, sko. Þetta allt sem var búið að fara í gegnum, að þetta tefðum ári viðbót og gefa mér tíma til þess að eyðileggja þetta innanfrá. En það bara kerfið að ákveða þetta fyrir ykkar hönd? Já. Það kemur engin pólitísk hönd að þessu? Nei. Ekki eftir því sem ég best veit. Þannig var það og svo bara kemur rétt frumvarp og þá ákveður að semja þessir aðilar og úr verður þessi fundur og þessi niðurstaða sem var mjög góð fyrir Ísland. Þið tilkynna áætlunina, nokkrum klukkutímum síðar tilkynnt að þið fallist á þetta. En þið vissu það þegar þið kynntu þetta að það væri í höfn. Þeir voru búin að gefa ykkur flöggunum það. Já. Það gerist þarna... Enda var ekkert annað fyrir þá að gera. Einhverju sögðu að þeir getur farið í mál, þetta væri ólögleg eignaupptaka og hvað var ekki eins og í Icesave-málinu því hótaði að við erum Kúba Norðursins og þá var þetta Castro. Heldur betur. Og þótt ég hafi gengið hart fram í þessu máli þá pössuðu við okkur samt alltaf á lagalegu hliðinni og náðum að tryggja hana nógu vel til þess að menn sáu sér ekki hag í því að fara í málaferli sem að var náttúrulega gríðarlegur kostur að skildi koma fram þarna bara rétt eftir þetta að ekki yrðu málaferli í framhaldinu. Heldur væri menn bara samþykkja það sem var á borðinu og það þýddi að það bara gat allt farið af stað í hagkerfinu. Gerist leiðir hann? Gerist leið. Menn hafa nú bent á stundum ferðarþjónustuna eins góðu hún og að hún hafi bjargað málum eftir bankahrunið. En ef þú reiknar efnahagslega áhrif að henni samanborið við þessa aðgerð, þá það bara smávægilegt. Mikilvægt, vissulega, og ég eindreginn stuðningsmaður ferðarþjónustunnar. En það svona til að setja hlutin í samhengi, þá það bara lítið brot af umfangi þessa. Þessu umfangi. En það var ekki bara kerfið, það að segja stjórnkerfið sjálf sem var vantrúað á þetta. Í kosningabaráttunum 2013 þá varst að halda fram hugmyndum í þessa veru, reyndar upphæðum sem að reyndu síðan minni heldur en loka niðurstaðan varð. Það mjög eftirminnilegt viðtal sem að núverandi kollegiðin í þinginu tók í kosningabaráttunum á vettvangi Ríkissjónvarpsins. Skulum kíkja á glefsur úr þessu viðtali til að átta okkur á svona viðhorfinu til þessara brjálæðislegu hugmynda. Já. Getur þú ábyrgst að það fáist einhverjir 300 milljarðar á næstu 4 árum út úr þessum samningaviðræðum við kröfuhafa föllnum bankanum? Það eru kröfuhafarnir sem þrýsta á að losna, þeim liggur á og ríkið hefur auk þess tækin sem það þarf til þess að þrýsta enn frekar á samninga. Enga síður virðist þið nú vera eina frambóði sem tilbúin til þess að tala eins og þessi peningar eru í hendi. Peningarnir eru til, við sjáum þá bara á bókunum, við vitum að það þarf að losa þá, við vitum að mikið af þessu fjármagni verður að vera eftir í landinu. Hvernig getur þú ábyrgst að það verði til einhverju 300 milljarðar í samningaviðræðum sem allir eru farnir af stað?
Vegna þess að fjármagnið til staðar, þeir verða að semja og það liggur ljóst fyrir að það sé ekki hægt að klára þetta öðruvísi en að verulegt fjármagn verði eftir. Þess upphæðir á borði þessa sem þú nefnir, jafnvel hærri. Hvernig getur þú talað svona með allt öðrum hætti heldur en allir aðrir flokkar sem eru í framboði til þings, heldur en fjölmargir sérfræðingar, fræðimenn og aðrir að lofa einhverju sem ekki fast í hendi? Ríkið hefur tækin sem þarf til þess að ná þeirri niðurstöðu sem ásættanleg fyrir Ísland. Og þú ert að lofa því að á næstu 4 árum muni verða þetta svigrúm upp á 300 milljarðar króna. Aðrir flokkar hafa ekki talað með þetta ádráttarlausum hætti eins og þú tekir nú. Ef að menn hafa viljan og eru fastir fyrir, þá eru þessi tæki til staðar. Það hægt þess vegna að setja þessa gömlu banka í þrot, en það þarf ekki að koma til þess. Vegna þess að það væri meira sig hægt bara að skattleggja gömlu bankana með sérstökum skatti. Má ekki alveg fara rauk fyrir því að þetta sé eitthvað populismi? Nei, þú spurðir hér áðan trúverðuleika. Trúverðuleiki hlýtur þá að snúast það hvað menn hafa staðið fyrir. Málið ekki í höndum forsætisráðherra frá A til Ö. Hann ræður ekki niðurstöðunni. Ekki einu sinni þó að bankarnir verið settir í þrot. Löggjafinn ræður lagasetningunni og getur beitt henni, meðal annars skattlagningarvaldinu, til þess að ná fram þeirri niðurstöðu sem að menn telja að þurfið að nást. Það algjörlega óvíst hvort þetta gangi svona upp eins og þú ert að halda fram. Ég ætla alveg að leyfa mér að segja það séu ákveðnar efasemdir það. Svo ég segi það nú líklega í 5. skipti. Ríkið hefur tækin sem þarf til að knýja fram samninga og ef það gengur ekki, þá getur það strax byrjað að innheimta fjármagn með skattlagningu, hvort heldur sem á gömlu bankana eða útgöngu skatti eða öðrum leiðum. Hvað þarf að gera ef upphæðin verður miklu minni? Ef upphæðin verður 100 milljarðar en ekki 300 milljarðar? 100 milljarðar ekki Ríkissjóðurinn og býsna blankur. 100 milljarðar ekki ásættanleg tala. Þarna mættust stálnest inn og það svona örlar fyrir fyrirlitningatón í spurningum fréttamannanna. Já. Hvað þessi brjálæðingur að meina hér? Ég man hvað ég var pirraður þegar ég kom heim eftir þetta viðtal og ég fór að skoða fyrri viðtal af því þetta var kallað forystusætið, tekið viðtal við einn formann flokks í einu og hinir höfðu allir fengið einhverja drottningar meðferð samborið með mig og pirraði með þess að alltaf þurfti ég að vera einhvern veginn. Það farið öðruvísi með mig. En eftir áhyggja var þetta mjög gott að þetta var svo lýsandi fyrir viðhorfið og ég hef kynst þessu oft í gegnum tíðina í pólitíkinni að það svona ákveðið vanheilagt bandalag milli kerfisins, afsakið orðbragðið, og sumra fjölmiðla sem að langar svona bara að hafa vit fyrir fólki og vit fyrir stjórnmálamönnum. Og ef einhver að koma með eitthvað nýtt eða ganga gegn viðtekinni venju eða því sem að hefur stimpil kerfisins, þá bara hvað þú að vilja upp á dekk og drullaði niður aftur. Við sjáum þetta í fjölmiðlum en í dag í mörgum málum. Við sjáum þetta í útlendingamálunum til dæmis. Og í loftslagsmálum og fleiri svona málum. Dómsmálaráðherra, þú nú ekki að mæta hingað til þess að ræða útlendingamálum? Nó, áhört að heyra það. Þú kannski hrættum að fá svona meðferð eins og þú hjá Sigmari, flokksfélaganar. Það voru fullt tilefni til. Ég tók reyndar eftir í eldhúsdagsumræðunum að þar allt í raun var hún og Viðreisn var að reyna að sanna sig sem harður flokkur í útlendingamálum. Alveg búin að gleyma því að þau svoleiðis þvældust fyrir þessum litlu útlendingamálum sem Guðrún Hafsteinsdóttir og allir hinnir ráðherrar Sjálfstæðisflokksins komu með og tölum skort á mannúð og allt þetta. Nú Viðreisn að reyna að sanna sig sem harður flokkur í útlendingamálum þvert á allt sem þau verða að gera og Samfylkingin er að reyna að sanna sig sem harður flokkur í stuðningi við NATO horfandi upp á Viðreisn snúast meira að segja með Evrópusambandinu í varnarmálum. En nú ég komin alveg út fyrir efni. Það út fyrir þetta tiltekna efni. Þeir höfðu ekki trúað þessu. Stjórnvöldin sem á undan voru, þeim hafði fallist hendur. Hefur þetta fólk á einhvern tíma búið rætt við því? Hefur verið þakkað? Hefur Sigmar dregið af sig þessi þinginu og sagt bölvu vitleysa var þetta í þessu viðtali? Nei, ekki þeir, Fjölmiðlamenn og sérstaklega fjölmiðlamenn á Ríkisútvarpinu biðjast aldrei afsökunar. Það eins og í Þýskalandi í gamla daga, það var ekki valkostur fyrir ríkið eða ríkismiðlinn að biðjast afsökunar
að því afsökunum beiðni fælist staðfesting af því að menn hefði haft rangt fyrir sér. Og eðli máls samkvæmt þá getur Ríkisútvarpið ekki haft rangt fyrir sér. Og þess vegna eru afsökunum beiðnir þaðan mjög fátíðar, jafnvel þó að sannleikurinn blasi við og sé þvert á það sem haldið hafi verið fram þar. Sem kollegið að biðst í afsökunar fyrir þeirra hönd. Já, þakkaði fyrir. Mér þykir nú vænt þetta frá fjölmiðlamanni. Og ég tek þessu frá þér sem eiginlega fulltrúa þeirra. Já, einfalt mál. Já, en ýmsir í þinginu, ýmsir stjórnmálamenn hafa frá öðrum flokkum hafa við og við rifjað þetta upp og bara taka fyrir og hrósa sem að ég kann mjög vel að meta þegar það gerist. Hversu mikil átök voru þetta? Var sótt að þér þannig óttaðist öryggið? Það var nú komið hlerunamál núna. Hvernig voru þetta er svo gríðarlegir hagsmunir sem þarna undir? Alveg óheyrilegir hagsmunir. Og þegar tölurnar eru svona háar þá skynjar fólk almennt ekki samhengið sko. Það er stundum sagt að fólk svona átti sig á því ef að 10 milljónum eitt í vitleysu en ef að undir hagsmunir upp á 1200 milljarða þá registerar það ekki mann tengi ekki við maður hefur aldrei fengist við svona tölureðlum Nei. Í ICEF-slagnum þá reyndi ég nú að setja í samhengi með því að bera þetta saman við kostnaðin við eitt og annað og benti þá á að Íslendingar hefði getað byggt 2 Burj Khalifa turna, það er hæsta hús í heimi í Dubai held ég. Mjög nærð þetta dæmi. Já, við hefði getað byggt 2 slíka fyrir það sem þar var undir. Þá skildi fólkið þetta. Já, en þetta í þessu máli miklu hærri upphæðir. Og svo háar að þessir vonasjóðir í New York og London þeir gerðu þetta ákveðnum forgangsatriði hjá sér og beittu ýmsum brögðum. Það var eftir mjög miklu að slægjast. Gríðarlega miklu. Ég fekk, þeir beittu pólitískum tengslum, ég fekk heimsóknir frá sendiherrum í forsætisráðuneytið til að útskýra fyrir mér að við þyrftum að virða Evrópureglur fjármálamarkaði og við varum kominir eitthvað út á ranga braut með þessum hugmyndum okkar að ætla að skattleggja þessi aðalega sérstaklega og bara gengið tiltölulega hart fram með að við diplómata sem eru nú yfirleitt kurteisir og bara var hálf hissa á þessum heimsóknum og ég fekk heimsóknum frá þessum aðilum sjálfum einhverjum þeirra sem að mættu nú í þingið en aðalega frá fulltrúum þeirra sem að gripum hann hér og þar. Ég var til dæmis eltur til London, þá var einhver kynning þar á Íslandi sem fjárfestingarkosti, svona til að við vorum að vinna upp úr bankarhunu. Þar voru mættir menn á þennan kynningafund á einhverju hóteli þarna í miðbæ London. Í þeim eina tilgangi að ræða þessi mál við mig. Og ég bara skrepp á salurni og þá þar einhver mættur og segir við erum með fínt herbyrgi hérna uppi ef þú hefur tíma á eftir til að koma og spjalla aðeins við okkur sem ég gerði nú ekki í öðru tilviki þá komist þér að því að ég væri að fara að heimsækja Vestur Íslandinga í Kanada og Norður Dakota og þá maður sendi til mín með skilaboðum það að menn séu búin að leigja þarna bjálkakofa í Norður Dakota skammt frá því sem að ég verið á einhver Íslendingahátíð og þarna sé ekkert farsímasamband ég getur verið alveg öruggur og hitt á þar og við getum komist að niðurstöðu sem að hendi bæði mér og þeim og geti henta mér persónulega mjög vel og svona gekk þetta fyrir sig og ég veit að það var reynt að þrýsta á marga sem að koma að þessari vinnu með ýmsum hætti en þeir stóðu þetta allt saman af sér en svo var hætt þegar nærdróð þá var hætt með
mútutilburðina og þá bárust hótanir. Þar með talið fékk ég heimsókn frá manni sem sagði að þessir aðalega þeir vita allt eignir þínar og bankamál. Það sló mig ekkert, ég hefði engar áhyggjur af því. Allt verið gefið upp hjá íslenskum skattayfirvöldum og bæði ég og kona mín alltaf verið gefið upp hér sem íslenski skattaðalar, greitt fulla íslenska skatta af öllu. En ég fékk þessa heimsókn með þessari ábendingu. Og svo náttúrulega, skömmu eftir þetta, þá er sett af stað alveg ótrúlegt leikrit, það sem að ég afrekaði það að komast á forsíðu Süddeutsche Zeitung. Það var svona eins og stundum verið á mokkanum á 50 dögum, það var svona yfirforsíða með plakkati með mynd af Vladimir Putin, Ahmadinejad í Íran, Assad í Sýrlandi og mér. Einhverju forsetaráðherra blóki á Íslandi sem enginn hafði nokkuð tímann heyrt af. Og af því að ég hefði komið fram í þessum gögnum sem ótalmargt annað fólk hafði gert, frægustu fótboltamennir, David Cameron, hann og fjölskyldan svo raunverulega notið góðs af penningum í skattaskjóli, ekki ólöglega, en við höfum alltaf verið mælt með sem íslenski skattaðalar, en samt komst ég þannig í þennan merkilega hóp með þessum aðlum. Saumaklúbbinn? Í þennan merkilega saumaklúbb, já. Við erum, Putin nú einn eftir í þessum hópi. Við höfum aldrei hist, en á einhverju hluta vegna eru settir þarna saman. Ekki einu sinni hitt Assad? Nei, ekki hitt Assad heldur. Nei, ótrúlega. Já. Allavega, hagsmunirnir sem voru þarna undir voru slíkir að ekki aðeins var allt reynt til þess að koma í veg fyrir að þetta næðist fram, þessi niðurstaða, heldur var talin ástæða til þess í framhaldinu að sýna fram á að það hefði afleiðingar ef að menn gengi fram með slíkum hætti. Var þeir svokallega vinturismál hefndaraðgerð? Ég tel fullvíst að svo hafi verið. Enda þegar þetta atriði byrjar allt saman þá segi ég frá öllu, byrta allar upplýsingar. Það var ekki sagt frá því í fréttum. Ríkisútvarpið vildi ekki segja frá því. Í 2-3 vikur sagði ekki frá innihaldi málsins af því að það var að bíða eftir leyfi til að setja málið á stað með þeim hætti sem að áforma hefði verið. Varstu búin að afhenda þeim gögnum? Já. Og ég sagði frá svo opinberlega, ég skrifaði á Facebook og við þetta og segi frá því að þetta sé allt sem hann í gangi. Hvaða blaðamenn fengu þessar upplýsingar? Þóra. Arnórsdóttir. Já. Og einhverja aðri sem voru að vinna í þessu á sínum tíma. Áður kemur að vinturismálunum sem var auðvitað svakalegt mál. Við þurfum nú einhvern tímann að ræða síðar þegar við erum komið 10 ára. Það er í rauninni bara svona hlíðarsaga við þetta. Það er hlíðarsaga. En í þessu ferli öllu, hvert er dramatískasta augnablikið? Hvað er það sem að myndi aldrei líða þér úr minni? Já, ég ætti náttúrulega að geta svarað þessar spurningum mjög auðveldlega, spurningin hvað líður mér síðast úr minni, en það voru svo margir atburðir í þessu öllu. Ég held að það hljóta eiginlega að vera bara þetta hérna sem að er á forsíðunni hérna fyrir framan okkur. Þegar að þessi fundur er haldinn og þetta er tilkynnt og ég hugsaði eftir allt sem undan er gengið þá er þetta komið. Það var gríðarlega góð tilfinning því að það var alltaf búið að vera að finna
fleiri hindranir og leiðir til þess að koma í veg fyrir að þessi dagur kæmi og hann var kominn og frábær kynning sem að hafa verið undirbúin fyrir okkur. It's been announced. It's been announced, nákvæmlega. og þetta mál gerði líka Halldór Benjamin frægan. Það er rétt. Hann var hann tók að sér í tengslu við þetta og leiðréttinguna svona kynningar og undirbúning. Og nú hann að reka fasteignafélagi í Kópavogi. Já. Eitt að lokum. Þetta risastórt mál. Það allir sammála sem skoða þetta hlutlegt að þetta hafi haft afgerandi áhrif fyrir stöðu Íslands í dag. Þú hrækinn úr stóli forsætisráðherra þarna 2016, árið síðar, eða rúmlega árið síðar. Upplifir það þannig, að því að þú hefur ekki verið við völd í landinu síðan þá, að þú hefur ekki notið sannmælis fyrir þetta? Er þetta staðfesting af því að stjórnmálamenn njóti aldrei þess sem þeir laun heimsins eru vanþakklæti og allt það. Já, þetta snúið meira bara væntingar það sem á eftir kemur. Það hefur ekki setið í mig alveg ekkert sérstaklega varandi þetta mál, en ég skal viðurkenna, fyrst þú spyrir svona, að það pirrar mig soldið þegar maður fær á tilfinninguna að svona bara almennt hvað menn segja og gera og standa fyrir í pólitík skipti takmörkuðu máli þegar kemur að kosningum. Kosningar ráðist á of miklu leyti af einhverju trendi sem að verður til síðustu 2 vikurnar fyrir kosningar, jafnvel bara síðustu dagana, einhverju auglýsingabrell, einhverju slíku, og maður í þessum bransa í heilt kjörtímabil eftir kjörtímabil. Og maður bendir á hluti sem maður ekki í lagi. Og maður reynir að benda á lausnirnar, hvernig betur með að fara. Og svo kemur í ljós, þó ég segi sjálfur frá, aftur og aftur, að ef að svo leið sem að maður talaði fyrir hefði verið farin, þá hefðu hlutirnir farið betur. Og svo þarf maður að fara í kosningar og þá stundum ráðast þar að of miklu leita af einhverju allt öðru heldur en því sem menn hafa gert og sagt. Og það pirrar mig stundum, gerir það, en leið þá var þetta mál sem að heldur mig gangandi í pólitíkinni, af því ég hef séð að ef menn fá tækifæri til, þá hægt að gera raunverulegar stórar breytingar. Og við þurfum að gera svo margar breytingar hérna núna. Við þurfum að ná tökum á landamærunum, við þurfum bara að vernda framtíð þessara þjóðar. Við þurfum að halda áfram að nýta tækifærin hér, bæta lífskjör, draga úr bakninu og lækka skatta í staðan þess að gera lífið alltaf erfiðara og leiðinlegra. En kjósendur verða þá að huga að það gerist ekki nema þeir kjósi í samræmi við það. Nú erum við komin á vettvang hins pólitíska raus, sem var ekki ætlunum með þessu viðtali. Nei, en þú spurði mig svona tilfinningalega spurningar og þá svara ég tilfinningalega, en hafði í huga að það nú ekki kosningar sem áætlun fyrir eftir 3 ár eða eitthvað. Víst að þetta lafi svo ekki láta þetta pirraði of mikið. Óháð því, þakka þér kærlega fyrir komuna Sigmundur og þakka þér fyrir þennan slag. Við stöndum öll sannarlega þakkarskuld við þig og þennan góða hóp fyrir að hafa náð að leysa svo vel úr þessu. Takk fyrir boðið að fá að koma hérna að ræða þetta. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þennan ágæta föstudag. Við væntum þess að þingi ljúki næstu viku. Það þó ekki víst, þingsköp gera ráð fyrir því að þingi ljúki í síðasta lagi í lok júnímánaðar. Ef að þingi lýkur í næstu viku, þá verður það síðasti þáttur okkar fyrir sumarfrí. Ef ekki, þá neyðumst við bara til að vera hér áfram. Ég hlakka til að sjá okkur að viku liðinni og þá verðum við með mjög góða gesti hér sem endranær.